já, Blikastaðaland er þessi nýtt hverfi sem að fara að rísa í Mosfellsbæ. Fyrsti áfangi sem við erum að fjalla hérna núna, það er tæpir 35 hektara svæði og á því svæði er gert ráð fyrir 1260 íbúðum í fyrsta áfanga. Verkefni á Blikastaðalandi er rosalega spennandi staður fyrir uppbyggingu Mosfellsbæjar vegna þess að hérna erum við kannski fara að blanda svolítið saman sveitinni sem áður var inn í þétta og spennandi byggð. Og framtíðarbyggð bæði fyrir íbúa sveitarfélagsins er líka náttúrulega auðvitað fyrir þá sem að koma og vilja búa í Mosfellsbæ. Ég held að þetta verði mjög eftirsótt á Golfvörum. Við fögnum þessu. Hérna ertu með leikskóla sem að fara í fjöruferðir og þú ert með reiðskóla og þú ert með fólk hestamennsku og hjólreiðum og út að ganga og þetta á allt heima hér. Þannig að fá hérna meira líf er bara stórkostlegt. Það er mikil áhersla lögð á gæði og þá erum við að tala gæði eins og samspil íbúða, samspil jarðhæða við göturýmin, við náttúrusvæðin og annað slíkt. Uppbygging á miðsvæðinu, þar sem eru tækifæri fyrir verslun og þjónustu og fjölbreytta starfsemi, munu skapa bæði atvinnutækifæri og bara svona menningartækifæri líka og ættu í rauninni að vera aðdráttarafl bæði fyrir íbúa í hverfinu, íbúa í Mosfellsbæ og í rauninni á höfuðborgarsvæðinu öllu. Ég veit að þetta eru mjög lítil hús og þið gætu haldið að þetta væri bær fyrir maura, en þetta er líkan. Og maður bara finnur einhvern veginn stemninguna og sjá líkanið svona líka, kannski sýnir manni í hvað hlutföllum þessi byggð er við þá byggð sem er núna í bænum. Þetta verður ekki sáralaust. Þetta verða ekki kassar með gluggum sem snúa bara eitthvað. Það er búið að pæla ógeðslega mikið í þessu. Út frá skipulagi er Blikastaðalandið alveg gífurlega spennandi verkefni. Þetta er stórt og mikið land. Það er ekki mjög hæðótt en hins vegar hefur það mjög skemmtilegt landslag sem hefur verið unnið alveg vel að í þessu skipulagi. Bæði hvað varðar klappir og hæðamyndun en líka varðandi árfarvegi og læk sem að rennur hér í gegn. Þannig að við getum skapað mjög fjölbreytta byggð í tengslum við náttúru og við getum hugað vel að útsýni hér í allar áttir og helst líka bara af þeim tengingum sem að landið hefur bæði við höfuðborgina og síðan við Mosfellsbæ eins og hann er í dag. Og þetta er eitt af fáum verkefnum sem ég hef séð sem gera mig raunverulega spenntan fyrir höfuðborgarsvæði framtíðar.